reyna að jafna mig eftir flensuna slæmu þarna fyrir 2-3 vikum. En þetta allt í lagi, þetta allt að koma. Í dag ég að enda 3 erinda seríu. Fyrir nokkru viku síðan að þá fjallaði ég við ykkur hollustu okkar við Guð í sambandi við hlýðni við stjórnarskrá Guðs ríkis, sem að sjálfsögðu boðorðin 10. Og hvatti þá fólk til að hafa hvíldardaginn í heiðri, ekki bara stundum heldur alltaf. Svo nokkru viku síðar að þá spjallaði ég við ykkur hollustu okkar og hlýðni við Guð í sambandi við fjármál okkar, að skila 10-undinni til Guð sem á hana. Og núna að þessu sinni að þá ætla ég að deila með ykkur hugleggingum mínum varðandi úthellingu heilags anda og mikilvægi heilags anda í því að ljúka starfinu hér á jörðu, því að nema því aðeins að við meðtökum úthellingu heilags anda munum við aldrei geta lokið starfinu hér á jörðu. Því það undir stjórn heilags anda alveg sérstaklega. Ég verð að geta þess áður í fyrir lengra hvað það gladdi mig mikið, undirtektir og viðtökur allra í söfnuðinum og gestkomandi við þessum erindu vegna þess að þetta var svo auðsjáanlega viðbrögð, mjög jákvæð viðbrögð og þið voru svo móttækileg. Þið vildu bara fara alla leið með Guði, því að öðruvísi getur ekki lokið starfinu. Og ég bara hjarta mitt fullt af lofgerð. Og ég tala ekki í varðandi 10-undina að hún streymdi inn í meiri háttamæli frá fjölmörgum sem höfðu annarkvæmt vanrætt eða gleymt sér eða í einstaka tilfelli bara vissuðu þetta ekki hvað þetta var mikilvægt en eru núna með á nótunum. Svo ég örvænti ekki varðandi móttökur okkar varðandi síðasta þáttinn í þessari seríu varðar heilagan anda af störfum í hjálpræði okkar. Svo við getum boðað hjálpræðisboðskapinn til allra annarra. Því við getum það ekki nema því aðeins að boðskapurinn sé heilsugar innra með okkur og undir stjórn heilags anda. Og þá bara spurningin, við tilbúin að taka því sem orð Guðs hefur að segja okkur mikilvægi heilags anda og úthellingu andans í loki til að hægt sé að ljúka starfinu og Kristi getur komið og tekið fólkið sitt heim með sér inn í himini. Ég get ekki beðið mér eftir að fá að fara heim með frelsaranum mínum inn í himini, inn þess hans. Við skulum bara byrja á Jesú Kristi. Það sem að hann segir í Lúkasi 24. kafla, það frá versi 49, sjá, ég sendi fyrirheit föður míns yfir yður. Hvaða fyrirheit? Það varðandi heilagan anda. Svo segir, en verið þér kyrrir í borginni. Hann undirbúið þá fyrir það, ég að fara, ég að kveðja. En þið að kyrrir í borginni, þar til eða uns þér íklæðist krafti frá hæðum. Hérna kemur boðskapurinn heilagan anda. Svo segir, síðan fór hann með þá út í nám við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þá. En það var, meðan hann var að blessa þá, að hann skildist frá þeim og var uppnuminn til himins, hugsið ykkur. En þeir féllu fram og tilbáðu hann og snéru aftur til Jerúsalem með miklum fögnuði. Og þeir voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð. Munið eftir leksíunni, einhvern tímann áður eða tilvitnun sem ég notaði, vandrækið ekki samkomin yðar. Og hér Kristur líka að minna á það að vera stöðugir í helgidóminum. Mæta eins oft og mögulegt Þetta liður í undirbúningi okkar. Að geta verið verkfæri í höndu Guðs til að ljúka starfinu svo að drottinn geti komið og tekið fólkið sitt heim og boðið það velkomið inn í himini. Svo segir í Postulasögunni í 1. kafla frá 5. versi að Jóhannes skírði með vatni, segir.
En þér skulu skírðir verða með heilugum anda nú innan fárra daga. Hér Kristur að tala, rétt áður en hann stígur upp til himins. Meðan þeir voru saman og spurðu þeir hann, Herra, ætlar þú á þessu tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael? Þeir voru enn með þessa gömlu mannakenningu að Jesús ætlaði að vera feikna leiðtogi sem sveifla sverði og Ísraelsmenn geti barið á Rómverjum og öðrum sem ekki voru Ísraelsmenn. Nei, í 7. versi segir hann, ekki það yðar að vita tíman eða tíðin sem Faðirinn setti af sjálfsins valdi, en þér munu öðlast kraft, sjáu þið mikilvægið, með heilagan anda. Þér munuð öðlast kraft, heilagur andi kemur yfir yður og þér munuð verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka veraldar. Það innifelur Ísland. Og hugsið ykkur mikilvægi heilags anda. Án hans getum við ekki lokið starfinu. En við munum ljúka starfinu með hjálp Guðs og undir leiðsjón heilags anda. Heilagur andi raunveruleg persóna sem sér og heyrir og talar, enda kennir hann okkur allan sannleikann í orði Guðs. Það hann sem leiðir okkur til frelsarans og hjálpar okkur til að iðrast synda okkar. Þetta mín orð, byggð á því sem að Jesús Kristus sjálfur segir, eins og til dæmis í Jóhannes Guðspjalli, allt frá 14. kaflanum til og með hins 16. Lesið þetta þegar þið komið heim og sjáu hvað heilagur andi gerir mikið. Hann talar, hann vitnar, hann leiðir okkur, hann kennir okkur og svo framvegis. Svo förum við yfir Apostólasögunni í 2. kapítulan. Nú það Pétur sem að tala, endurfæddur, og frá 36. versi segir hann, með öruggri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesús sem þér krossfestu. Við hvernig hann að tala? Múginn sem hafði hrópað, krossfestu hann, en nú iðrandi. Jæja, sem þér krossfestu hefur Guð gert bæði að drottni og Kristi. En þeir heyrðu þetta, var svo stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina apostolana, hvað eigum við að gera, bræður? Þetta fólk sem hataði apostolana og drottinn Jesú Krist og leituðust við að bara taka þá á lífi. Nú iðrast þeir sem stungnir í hjörtun og spyrja, bræður, hvað eigum við að gera? Og Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesú Krists til fyrirgefningar synda yfir. Þetta verður að eiga sér stað. Og svo segir, og þá munið þér öðlast að gjöf heilags anda. Sjáu þið hvert við erum að fara í hugleiðingum okkar. Að vera trú Guði í öllu, að hafa í heiðri boðorðin, 10, því þetta stjórnarskrá Guðs ríkis. Að vera holl drottni okkar og frelsara í fjármálum okkar. Að skila því til hann sem honum tilheyrir, sem hann á. En einnig að undirbúa okkur eftir slíka hollustu og upplifun með Kristi. Að meðtaka heilagan anda og úthellingu hans, svo við getum lokið starfinu sem að Guð hefur falið okkur að ljúka hér á jörðu. Og ennfremur segir frá versi 41 í 2. kafla Apostólasögunnar, en þeir sem veittu orði hans, það segir Péturs, viðtöku, voru skírðir. Og þann dag bættist við 3000 sámir. Hugsaðu ykkur, þegar heilagur andi fer að koma af stað. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu apostolana og samfélagi, brotning brauðsins og bænirnar. Svo þeir meira segja sóttu bænasamkomunnar, hvenær sem þær voru. Og þeir bara vildu fá allt saman. Þetta var allt eins og góður matur, máltíð fyrir þá að upplifa allt það sem að apostolarnir, lærisveinarnir og aðrir leiðtogar undir leiðsjón heilags anda hafði að deila með hungruðu fólki eftir réttlæti. Förum yfir í 6. kaflann í Apostolasögunni til að kynnast því hvað að gerast á þessum tíma undir leiðsjón heilags anda. Frá 7. versi segir, orð Guðs breiddist út og tala lærisveinar
lærisveinanna í Jerúsalem fór stór og vaxandi, einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðni við trúna. Meira sér prestarnir, andlegir leiðtogar sem höfðu snúist gegn fólki Guðs og hrópa meira sér ásamt mörgum öðrum krossfesta Jesú. Margir þeirra iðruðust og snerust til trúar. Sjáðu hvað gerist undir leysin heilags anda. Ótrúlegt að upplifa slíkt og það okkar að upplifa þetta núna á síðustu dögum. Öðruvísi verður starfinu ekki lokið. Förum við yfir í 8. kaflann. Þar segir frá Sál, þar segja Páli, sem hét Sál áður, hann lét sér vel líka líflát hans, þar segja Stefáns. Hann hafði látið uppörva fólk að grýta Stefán til bana. Svo segir, á þeim degi hófst mikil ofsókn gegn söfnurum í Jerúsalem. Allir dreifuðust út byggðir í Júdeu og Samaríu nema apóstolana. Því að Jesús hafði sagt þeim, verið kyrrir í Jerúsalem. Hvað sem gerist, verið kyrrir þar til eitthvað gerist. Og það þannig þegar ofsóknirnar byrja að þá tvistrast söfnurinn út allt. Og hvað haldið að þá hafi gerst? Það stækkaði söfnurinn. Og boðskapurinn var boðaður út allt, meira sig í Rómaborg. Og við þurfum ekkert að óttast við, jafnvel þó mótlæti verði að við upplifum mótlæti og jafnvel ofsóknir. Það bara aðferð Guðs að leyfa þess að gera svo að við bara förum út allt og vitnum frelsarann okkar. Undir leiðsam heilags anda þá gerast undur og kraftaverk. Postulassaga 4. kafli. Það er svo mikið að gerast þarna í postulasögunni. Og byrjum að lesa þar frá upphafi kaflans. Meðan þeir voru að tala til fólksins koma að þeim prestarnir, varðforingi helgidómsins og saddúkearnir. Þeir voru æfir af því að postularnir voru að kenna fólkinu og boða upprissu dauðra í Jesú. Þeir voru djarfir, postularnir núna. Og leiðtogar, andlegir leiðtogar í Ísrael, þeir voru að æfa reiðir og þeir ætluðu að stoppa þetta. 3. versið, lögðu þeir hendur á þá og settu þá í varðhaldi næsta morguns því að kvöld var komið. En margir þeirra heyrt höfðu orðið tóku trú og tala karlmanna varð 5.000. Sjáu hvernig söfnir vex. Allt við úthellingu heilags anda. Þetta mikilvægt fyrir okkur að gera okkur grein fyrir. En látið ykkur ekki þetta það í hug að Guð launi okkur eða verðlauni okkur óhlýðni eða óhollustu við Guð. Ef að við, til dæmis, höfum ekki lært að hafa í heiðri boður Guðs í lífið okkar, öll þeirra, eins og með hvíldardagi líka. Eða að skila því til Guð sem hann hefur ákallað okkur og minnt okkur á. Þetta ekki ykkar, skilðu þess inn. Og þetta hefur mest allir söfnur gert nú þegar sem að hafa komið hér og hlýtt á þessi erindi mína undanförnu. Og ég bara lofa Guð fyrir þetta. Því þá hef ég ástæðu til að ætla að við hefðum lífið okkar í samræmi við vilja Guðs að öllu leyti og verðum móttækilega fyrir úthellingu heilags anda. Þá getur Guð notað okkur líka eins og postulana forðum. Eru þið reiðubúinir? Svo segir í postulasögunni í 3. kafla, ég fer hérna fram og aftur í byrjun kaflans, eða postulasögunar. Það segir í 19. versi, gjörið því iðrun og snúið yður, að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endur lífgunar tíma frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður fyrirhugaður sem Jesús. Aftur og aftur sjáum við mikilvægi heilags anda, úthellingu andans. Annars gerast þessi hlutir ekki. En þá verður Guð að geta notað okkur. Og hann mun geta það þegar við erum heilsugar. Að það sést á öllum, í öllu okkar vali og hegðun, í daglegu lífi okkar, að við erum hans lærisveinar. Og við reynum búin að verða verkfæri undir leiðsum heilags anda. Förum yfir í Jóel í Gamla testamentinu.
Þar í 3. kafla, í byrjun kafla segir, en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Synir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar mun dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Þetta eru heilagar vitranir. Annar versi, já, einnig yfir þræla og ambáttu mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og ég mun láta tákn verða á himni og jörðu, blóð, eld og reykjastróka. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð. Áður en hinn miklu og ógurlegi dagur Drottins kemur. Hugsið ykkur, vinir. Tókuð þið eftir því að í byrjun fyrsta versinu segir að síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold á hvítasunnudag í forðanum. Strax eftir að Kristur var farinn, eða fljótlega eftir, þegar menn töluðu tungum og gerðu ýmis kraftaverk. Það sem við vorum að tala á það. Þegar þessi úthelling átti sér stað, það var ekki yfir allt hold. Það var bara yfir svona nokkra í söfnuðinum. Svo að þessi spádómur á eftir að rætast alveg í lokin, því að okkur lofar að heilugum anda verður úthellt yfir allt hold. Ekki bara Ísraelsmenn, ekki bara postulana forðum, eða trúðu fyrir 2000 árum. Heldur fólk af öllum þjóðum sem hafa meðtekið allt orð Guðs og hegða lífi sínu í samræmi við vilja Guðs og nýtast þannig af heilugum anda að ljúka starfinu rétt áður en Kristur kemur. Þá mun fólk af öllum mögulegum stigum þjóðfélagsins, jafnvel þrælar og ambátti, karlar og konur, gamalmenni og ungmenni, allir munu boða og vitna Jesú Krist. Og þá gerast undur og stórverki, vinir. Ég hvet ykkur til þess að koma borð og eigum samleið og látum hrífast og mótast af heilugum anda svo við getum lokið starfinu. Förum aftur í fyrsta kaflan í Apostolasögunum, núna frá 13. versi. Þeir komu þangað, þetta svona eftir krossfestinguna, þá fóru þeir upp í lofstofuna og þar dvöldust þeir Pétur og Jóhannes, Jakob og Andrés, Filippus, Tómas, Bartólómeus, Matthús, Jakob Alfeusson, Símon vandlætari og Júdas Jakobsson. Þetta ekki Júdas svikari, þetta annar förunar. Allir þessi voru með einum huga stöður í bæninni, afturlögur áhersla á bænasamkomurnar, ásamt konum. Þannig talið María, móðir Jesú, var líka með þeim og bræður hans, bræður Jesú. Hugsaðu ykkur, sumir þeirra höfðu talað niður til Jesú. Þeir voru eldri en hann af því að virðist samkvæmt frásögnum Biblíunnar og þess vegna gátu þeir leyft sér í krafti þess að þeir voru eldri en bróðurinn Jesús Kristur. En þarna hafa þeir gjörsamlega endurfæðst og verður farnir að trúa á litla bróðir. Og ég er svo þakkláttur fyrir þetta að þarna er talið upp allt þetta fólk. Þeir höfðu endurfæðst. Allt þetta fólk. Förum við í Åpenbarunarbókinni í 18. kafla. Þar segir í fyrsta versi: eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Ég ætla svo að hoppa yfir fyrst les ég annað versi. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði: fallin er Babýlonin mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslega fugla. Þetta eru táknmyndir yfir villukenningar og mannasetningar. Og sjáum við bara hvað Guð á enn í Babýlon. Babýlon þýðir ruglingur. Babýlon er einkenni Biblíunnar yfir fráhorfna kirkju. Fólk sem áður trúði samkvæmt orðinu en ekki lengur hafa yfirgefið það og hafa tilnýtt sér alls konar mannasetningar. Og Babýlon, þessi ruglingur, Guð hafnar henni. En hann var fólk þarna inn í þessum trúaruglingi þjóðanna
Og hann kallar á það, komið út úr Babylon, áður en það verður of seint. 4. versi, og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, haldið ekki þetta sé drottinn? Hann rópar, gangið út með fólk, út úr henni, út úr Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Þetta er rétt áður en náðatíminn endar. Og plágurna falla yfir jörðina, sem talar í 16. kafla Opinberunarbókarinnar. En ég mun fara yfir það í haust þegar við förum ítalega yfir efni Opinberunarbókarinnar. En vinir, Guð er algjörlega upptekinn í því að reyna að sannfæra hina trúuðu, þessa trúföstu. Ekki villast af vegi trúarinnar eða orðsins. Og þeir sem eru úti í Babylon og þekkja ekkert endilega allan boðskapinn eins og við þekkjum hann, þetta er fólk Guðs og hann er að boða það að koma. Komiði aftur áður en það verður of seint borð í skipið sem heitir hinn raunverulega kristna trú, kristindómur. Svo segir Matthews að Guðspjalli í 12. kafla og þar beinist athygli okkar með orðu Jesú Krist að heilagum anda. Hann segir frá 30. versi, hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér hann sundurdreið. Það er ekkert hlutleysi vinir. Það er annaðhvort eða. Annaðhvort algjörlega heilshugar með frelsaranum eða þeir eru það bara alls ekki. Og svo segir hann í 31. versi, þess vegna segir yður, hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin, en guðleyskja andanum, þar að segja heilagum anda, verður ekki fyrirgefin. Hver synd ekki en heilagum anda sem ekki verður fyrirgefin? Svo segir hann, hverju sem mælir gegn mannsinninu verður það fyrirgefin, en þeim sem mælir gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefin, hvorki í þessum heimi né í hinum komandi. Ég ætla bara að fullera hér eitthvað sem ég hef gefið mörgum heilt erindi eða fleiri varðandi heilagan anda og syndina gegn heilagum anda. Það nægir í þessum hugsunum okkar að geta þess að þegar við ekki látum að stjórn heilags anda, það er syndi gegn heilagum anda. Það er hann sem leiðir okkur til Jesú Kristi Golgata, til úthelds blóðs frelsarans á Golgata fyrir syndir okkar. Og þegar við látum ekki að hans sannfæringarkrafti í hjörtum okkar, þá er engin annar leið okkur til hjálpar. Heilagur andi vitnar Jesú úthelt blóð hans til að skóla burt syndum okkar. Og ef við ekki látum að þessari leið heilags anda, þá er ekki að það hjálpa okkur. Þá erum við glataðan manneskjur. Förum aftur yfir í Fóstúlasögun í 7. kafla. Þar segir frá 50. og 1. versi, það er Stefán sem er að predika, einn af sagnaþjónunum, 7 sem voru valdir. Hann segir, þér harðsvíraðir og óumskornir í hjörtum og eyrum, hér standið ávallt gegn heilagum anda. Hann er að tala við leiðtoga Ísraels. Þér eins og feður yðar. Hver var sá spámaður sem feður yðar ofsóttu eigi? Þeir drápu þá, boðuðu fyrirfram komins réttláta og nú hafið þér svikið hann og myrt. Þér sem lögmáli fengu fyrir umsýslan engla, en hafið þó eigi haldið það. Þegar þeir heyrðu þetta, trylltust þeir. Sjáu það fyrir ykkur. Þeir trylltust og gnístu tönnum gegn honum. En hann horfði til himins fullur af heilagum anda og leit dýrð Guðs og Jesú standa til hægri handar Guði. Þeir grýttu hann til bana. Þeir drápu hann fyrir það að vitna frelsarann. Getið þið ímyndað eitthvað vinni? Megi Guð hjálpa okkur til þess að meðtaka allt orð Guðs. Hvernig sem það kann að snerta okkur
og hegðan okkar, líferni okkar, látum bara að stjórn heilags anda. Þá getur andi Guðs notað okkur. Og þegar Kristur kemur að sækja fólki sitt, þá getum við verið þess fullviss. Hann kemur til þess að bjóða okkur velkomin inn í dýrið himins. Ég vil ekki missa því vinir. Í 3. kafla Mattheusar Guðspjalls þá segir: ég skýri yður með vatni til iðrunar, en sá kemur eftir mig mér máttugri og ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra yður með heilagum anda og eldi. Hérna Jóhannes skýrari að tala Jesú Krist. Og sjáum við áherslun á heilagan anda einu sinni enn. Hvað oft þurfti Guð að geta heilags anda í orði sínu? Tugum skipta, ef ekki hundruði. Og ekki síst í Nýja testamentinu, sem með boðskap fyrir okkar tíma, alveg sérstaklega. Svo Kristur býður alla þá velkomna inn í dýrð himinsins sem hafa leyft heilagum anda að komast að í lífi þeirra. Og heilagum anda og áhrifum hans í lífi manna oft líkt við dúfu. Þetta eitthvað svo saklaus fugl, gerir einhver menn. En þetta var svo fórn sem að Guð uppalagði þeim fátækustu á meðal hinna trúuðu að færa sem fórn fyrir syndi þeirra. En áttu ekki fyrir stærri og viðameiri fórn. Og þannig heilagum anda líkt við þennan fallega fugl, hvítan, saklausan og hefur ekki haft. Vængjaþytur dúfunnar mildur, tíður. Þannig áhrif heilags anda í lífi okkar. Það að finna mjög góða yfirlýsingu í bókinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 136. Það eldri útgáfa. Og þar fann ég þetta, þar sem segir orðið: við komumst ekki hjá því að sjá fram á nýja örðugleika í baráttunni sem í hönd fer, en við getum litið jafnt til þess sem að baki og sem framundan og sagt: hingað til hefur Drottinn hjálpað oss. Rauninnar munu ekki verða meiri en þrekið sem okkur gefið til að standast þær, það að segja mótlætið, rauninnar. Því skulum við ganga störfum okkar hvar sem öruggi þeirri trú að hvað sem ákveðna dynja muni okkur gefast styrkur sem samsvari erfiðleikunum sem að hendi bera. Þetta hans mikil áhrif á mig. Þess vegna held ég að það hljóta að vera gott fyrir ykkur líka sem veganesti, sem uppörfun og vakning. Förum yfir í Mattheusar Guðspjalli, 11. kafla. Þar segir Kristur, 28. vers: komið til mín allir þér sem erfiði hafin og þungar byrðar, ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og lærið af mér, því að ég hógvær og af hjarta lítillátur, og þá munið þér finna hvíld sálum í þeim. Því að mitt ljúft og byrði mín létt. Í 16. kafla þá segir Jesús sjálfur skömmu áður en hann handtekinn. Og það 12. versin: enn hef ég margt að segja yður, þið getið ekki borið það nú, segir hann eftir 3,5 ár að kenna lærisveinunum. Ég hef svo margt að deila með ykkur, þið bara ekki tilbúnir.